En við ætlum að fá fréttir frá sveitafélaginu Árborg og það hún Ásta Stefánsdóttir sem mætt til okkar. Komdu sæl. Sæl. Hvað segirðu þá eftir helgina? Ég segir nú bara fínt. Það ekki? Jú. Já, sjálfsögðu. Kemur vel undan henni? Já, mjög svo. Já, svo við vindum okkur bara í það sem kannski helst að gerast í Árborg. Já, það náttúrulega þessi tími bæjarhátíðana framöndan. Já. Og Kótilettan að bresta á eins og þeir nú búin að vera að kynna rækilega hér. Já. 13. til 15. júní, mjög metnaða full dagskrá sem að fara af stað þá. Og síðan þetta 17. júní, strax í kjölfarið. Og það verða þessi hefðbundnu hátíðarhöld bæði á Selfossi og Eyrarbakka. Já. Og þetta sem allir þekkja orðið, dagskrá hérna í miðbæjargarðinum og eins dagskránir á Eyrarbakka og ég hvet bara alla til að taka þátt í því og fólk að mæta með börnin sín og í 17. júní í skapinu. Í sól og blíðu. Vonandi í sól og blíðu. Það spáir allan að vel næstu helgi og vonandi endist það bara eitthvað áfram. Já, núna helgina. Já, núna helgina sko. Þannig að hérna, það eru vonandi bara gott sumar. Við hefum það alveg skilið eftir sumarið eins og það var í fyrra. Já, mér finnst það. En svo líka hérna vinnuskólinn að fara fullt og það skólasetning vinnuskólans í kvöld í Sunnurlækjarskóla klukkan 8 og ég vil bara hvetja vinnuskólanemendur og foreldra til að mæta þar og þetta svona uppstartið á vinnuskólanum og svo fer allt á fullt og við förum að sjá krakkana hérna út allan bæ og út allt að hreins og snirta. Og það náttúrulega mikil aðsókn í vinnuskólan? Já, það mikil aðsókn. Ég nú ekki með heildarfjöldan en það fá allir vinnu í vinnuskólanum sem sækjum sem á þessum aldri. Og við erum líka að taka alla 17 ára krakka sem að sækja vinnu hjá okkur sumar. Já, það ekki í fyrsta skipti sem við verðum að gera það núna? Já, það fyrsta skipti sem við getum boðið öllum 17 ára sem að sækjum hjá. Já. Og síðan eru nú hérna bara skólanir að klárast. Það búið að slíta skólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri og skólaslít hérna á Selfossi núna í vikunni. Þannig að það eru vorhátíðir og skólaferðir og krakkarnir mikið á ferðinu bæinn og setja sannarlega svip á bæinn þessa dagana. Nú, og svo eru þetta bara sumarnámskeiðin að fara á fullt. Það kom náttúrulega bæklingur frá sveitafélaginu núna fyrir stuttu, það sem var yfirliti yfir öll námskeiðin sem eru í boði sem við vissum og hérna það er ennþá hægt að skrá sig á námskeið og allar upplýsingar eru aðgengilegar í hérna sumarblaðinu og það er inn á heimasíðu sveitafélagsins líka. Þannig að það er hægt að kynna sér þar það sem er í boði og skoða hvað hverjum mænum hentar. Glæsilegt. Og svona ef við víkjum aðeins að ferðamönnunum þá vorum við að opna upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn á Hótel Selfossi í síðustu viku. Já. Færðum hann út á bókasafnið þar sem hún var búin að vera í nokkur ár og kemst í svona aðeins betra rými á hótelinu og verðist bara vera að gera sig vel því að það er talsverð trafík þar allan daginn. Og þarna eykst kannski upplýsingaflæði til ferðamanna? Já, upplýsingaflæði eykst og þarna er hægt að svona samræma meira og leiða menn saman sem að hefur stundu verið talað að vanti svolítið upp á að séu allir að vinna svona hver í sínu horni en þannig er allavega tækifæri til þess að leiða menn saman og þetta styður allt hvað annað. Það sýnir sig nú í þessum bransa sko. Og þetta er í bókasafninu? Nei, þetta er út á hóteli. Það var á bókasafninu, en nú er þetta í gamla andurinn á hótelinu. Það er bara í ágætis rými og mikið af upplýsingum þar, bæklingar og alls konar og starfsfólk þar sem að sinnir þeim sem að koma. Þannig að þetta fer vel að stað. Glæsilegt. Nú, það er náttúrulega búin að vera að vinna í svona þessu ársbundna viðhaldi í Sundhöllinni. Já. Þannig að hún er búin að vera að lokuð, en er opnað nú laugardaginn klukkan 9. Og svo þá lokum við laugina á Stokkseyri vegna viðhaldsvinnu í næstu viku, þannig að þetta skiptist hún á. Já. Og þetta er bara þetta árlega, en auðvitað eru síðan þessar stóru framkvæmdir hafnar við Sundhöll Selfoss, en það er nú ekki að trufla neitt. Það er ekki miklar raskanir? Nei, núna í þessari lokun var verið að vinna í því að gera annan inngang, bráðabirgða inngang í Sundhöllina. Já. Þannig að það er búið að fjarlæga tröppunar en fólk kemst inn og hérna... Það þarf ekki að hoppa upp? Það þarf ekki að hoppa. Nei, það sleppur. En hérna, þannig að það verður sem minnst truflun. Já, glæsilegt. Og svo heldum við bara áfram með þessar byggingaframkvæmdir sem eru þar í gangi og það að klára það vera búið eftir ár. Þannig að það má ekki slá slöku við þar. Og svo þess að þetta hefðbundið laga gangstéttir og götur hér og þar. Það er verið að vinna heilmikið í hérna gangstígum. Já. Og verið að malbygga stíga sem ekki hafi verið malbyggaðir eða orðnilegir. Og þetta er búið að vera svona verkefni sem búið að vera að sinna á hverju ári núna undanfarið að taka svona ákveðna kafla og við erum svona að reyna að loka hringnum. Já. Og síðan erum við þetta að vinna í göngustíga milli Eyrarbakka og Stokkseyrar. Það er að stopp núna á þetta skipulagsvinnu en fer síðan á fullt þegar það er búið og verður klárað að leggja malastíga milli þorpanna í sumar og svo ætlum við að byrja að malbygga á næsta ári. Þannig að þetta er svona fikrast allt áfram. Þetta fikrast áfram, góða fréttir. Já. Og góð vinna.
Já. Og þið haldið bara áfram ykkar góður í vinnu? Við haldum bara áfram. Er það ekki bara stefna ykkar? Jú, fyrsti bæjarstjórnarfundur nýrar bæjarstjórnar verður 18. júní og þar verður kosið á í nefndir og ráð, en það eru þetta eðlilega ekki mikla breytingar, það eru ekki mikla breytingar í bæjarstjórninni. Nei. Þú verður áfram framkvæmdastjóri Árborgar? Já, ég verður áfram í þessu starfi. Þannig að það er ekki mikið breyting. En samhliða þessi kosningunum þá voru þetta að gera þessi skoðanakönnun og varandi hvort fólk vildi aðtuga með sameiningu sveitarfélaga. Já, herðu, það var ágætist þátttaka í því. Já, það var ágætt. Þrátt fyrir dræma kosningaþáttöku. Já, það voru tæplega 3.000 mann sem tóku þátt í þessu á Selfossi eða í Árborg. 68% þeirra sem koma á kjörstað annað borð og meirihlutin vill að það verði skoðaður möguleiki á sameiningu. Og flestir vildu skoða þann möguleika að sveitafélaginu í Árnessýslu myndi sameinast öll í eitt sveitafélag. Svo var þetta velja aðra valkosti líka og það voru þó nokkuð margir sem vildu skoða ýmsa möguleika og ýmsar samsetningar í því. Já, var það meirihlutin sem vildi... Meirihluti vill skoða sameiningu á sveitafélagum í Árnessýslu? Já. En síðan voru flestir af þeim sem völdu bara eitt sveitafélag sem vildu skoða sameiningu, völdu Flóahrepp. Já. Og svo voru nokkuð margir sem völdu að skoða sameiningu við Flóahrepp, Hveragerði og Ölfus. Það voru ýmsar samsetningar sem koma út þessu. Og þetta er bara spennandi og verður lagt fyrir bæjarstjórn og ákveð þar hvernig verður unnið úr þessu áfram. Þetta er ráðgefandi skoðanakönnun, þetta er ekki bindandi kostning, en þetta er allavega vísbending hvað fólk vil. Já, þarna sýnir allavega að það er ykkur áhugi fyrir þessu hjá fólki. Já, greinilega. Og ég var með hana Barböru Guðnadóttir menningarfulltrúi í Ölfus og viðtalið hérna áðan og þá vorum við að nefna það að fyrir ykkurum kannski 8-9 árum og þá kom upp þessi spurning í Ölfus hvort að það ætti að tala um sameiningu og þá var það bara fellt alveg um leið. Já. En núna upp er í dag það er svona aðeins búið að breytast. Já, þetta er eitthvað sem fólk sér alveg tækifæri í og tilbúið að hugsa svona út fyrir ramman svolítið. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Já. Þetta voru fleiri sveitafélög að gera svona könnun og svolítið mismunandi hvernig það verið að spurja og þau erum bara svona að fara yfir það og bera saman hvernig niðurstöðuna voru á milli sveitafélaga. Já. Ég veit að mikil meiri hluti var hlynnt því að skoða sameiningu í Hveragerði. Já, einmitt, það var einmitt góðar undirtektir þar. Þannig þetta það eru spennandi tíma framöndan. Já. Heldur betur. Eitthvað að lokum, Ásta? Bara sólin ætlar að fara að skína á okkur og Já. Ég vissum að það verður mikil trafík um helgina. Gerir ráð fyrir því. Fyrsta stóra ferðahelgin, þannig að við mögum alveg búast við því að það verður mikið af fólki sem verður hérna og sækir á veitingastæðin og ýmsa þjónustu. Þú ætlar að vera heima og slaka á eða? Ég ætla að slaka á allavega. Já, nákvæmlega. Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar. Takk fyrir spjallið og ég sé bara góða helgi. Já, takk fyrir. Takk.